Góðir áheyrendur, velkomnir í þátt númer 116 af sjónvarpslausum fimmtudögum. Það hefur eitt og annað gengið á síðan fyrir rúmlega viku síðan. Við erum degi á eftir áætlun við upptöku. Við setjum hér á föstudags eftirmiddegi, svona styttist í kvöldmatt. Það var bara ómikið að gera á miðvikudag og fimmtudag til að vera hægt að koma upptöku við. En í millitíðinni ekkert annað en stefnuræðan með öllu því sem henni fylgir, rugli í Reykjavík og fleira bitastætt. Hvernig líst þér á vikuna eins og hún spilaðist? Já, það hefur gengið á ýmsu eins og reyndar að undanförnu. Þessi vika gaf ekkert eftir í því. Hvort heldur sem litið er til Íslands og vinnustaðarins okkar hér eða til annarra landa, það er mikið í gangi í pólitíkinni þessa daga og margt að fara yfir. Hvað viltu byrja? Það verður ekki að byrja bara á stefnuræðinu sem byrjaði nú svona, þetta var nú svona dálítið snúið að koma þessu öll í loftið. Það var byrjað á því að fresta stefnuræðinni frá fimmtudegi í síðustu viku yfir á mánudag vegna veðurs. Já. En í millitíðinni var náttúrulega búið að svona ræða býsna margt af því sem kom fram í stefnuræðinni út af þessari furðu ákvörðun ríkisstjórnarinnar að kynna þingmálaskrána með sérstökum blaðamannafundi sem og þar með svona hleypa svona tankremmin úr túbunni eins og segðu útlensku. Ekki bara brot á hefð, heldur brot á lögum. Já, alveg klárt brot á lögum og það sem var kannski athyglisverðast þótti mér að þingflokksformaður Samfylkingarinnar, Guðmundur Ari, hann sagði að þau hefðu bara ígrundað þetta, bara hugsa málið og ákveðið að gera þetta svona, þannig að það er meðvitað. Það er ekki þannig að þau svona já, ok, þetta er brot á lögum, gerum þetta samt. Þetta er áhugaverð nálgun og kannski spila þess inn í það sem að svona má segja að þeim farist ekki sérstaklega vel með að fara með valdið svona á fyrstu metrónum. Leggja sig eftir því að vera fíll í postulínsbúð. Já, svona þetta ég má þetta. Sjáum trakteringarnar á Sjálfstæðisflokknum gagnvart þingflokksherberginu þar sem að skrifstofustjóri Alþingis úrskurðaði bara það að Sjálfstæðisflokkurinn yrði áfram í sínu og bara á grundvelli samkvæmt gildandi reglum. Þá bara farið þið að breyta þeim. Og þetta er svona upptaktur sem að gæti nú svona kannski aukið dálítið svona stuðið þegar líður á þingið sko en ég er ekki viss um að það sé sko það sem að Samfylkingin og Viðreisn vilji. Nei, og svona reglum er yfirleitt ekki breytt í upphafi kjörtímabils. Því þetta eru svona reglur um það hvernig störfin fara fram hér í þinginu og var það líka bara hluti eins og skipulag þingfunda, fyrirspurnir og allt mögulegt, ekki bara húsnæðið sjálft. Svona reglum vilja mann yfirleitt breyta skömmu fyrir kosningar. Já, akkurat, þannig að nýtt þing taki við þig. Já. Fremur en að sá meiri hluti sem velst hverju sinni hefji þingin sín með stríðsyfirlýsingum. Af því að þessa hluti, starf sem hann hefði í þinginu, þarf helst að gilda þokkaleg sátt. Og það hefur nú yfirleitt tekist að hafa reglurnar þannig að allir að minnsta kosti sætti sig við þær. Forsætisnefnd farið yfir þingskapalögin við og svona bara starfsreglurnar hér í þinginu og almennt leitast menn við að vera bara sáttir og hafa sameiginlegan skilning. En nú heyrir maður frá þessum nýja meirihluta alls konar og furðu hugmyndir að reyna bara að breyta því hvernig allt starfið hérna gengur fyrir sig og allt með það að markmiði annars vegar að sýna styrk sinn séu í meirihluta eða að svona hamla því að stjórnarandstaðan geti veitt þeim þá stjórnarandstöðu sem að henni er ætlað. Já. Og það er meira, mér heyrist á fjölmiðlamönnum að það sé svona aðgengi til að mynda ráðherrunum sé annað og verra heldur en var áður. Og til dæmis bara eftir ríkisstjórnarfundi þar sem að fjölmiðlamenn hafa nú haft mjög gott aðgengi að ráðherrum lengi vel. Það séu alls konar svona tiktúrur að menn vilji fá spurningarnar uppgefnar fyrir fram og svo bara hafni ráðherrar að svara spurningum sem að í öllu samhengi eiga viðkomandi.
þannig að þetta verður áhört að sjá hvernig þessi svona fyrstu mánuði þróast því að það er svona óðbóðslegt sjálfstraust Já, nú eða minnimáttakend. annarkvort. Kannski er þetta minnimáttakend að þeir Það getur verið birtingamynd já, þess. og þau þurfu að sína sko hnykla vöðvana Já, og það er auðvitað þannig sko ef þú ætlar að sko mynda þig stöðu í krafti afls eða valds þá er kostur að sko það dugi að menn viti að þú getur lamið á mm. en þú ætti ekki að lemja alla. Nei, speak softly and carry a big stick. Já, eins og akkurat. Theodore Roosevelt talaði það. Já. Já, hvað heldur hefði verið sagt? Hvernig heldur að fjölmiðlarnir hefði brugðist við ef ég hefði farið fram á að fá allar spurningar eftir ríkisstjórnarfundi sendar fyrirfram? Þeir hefðu sagt frá því í fyrstu frétt Já, akkurat. að forsætisráðherrann væri genginn að göflunum. Nákvæmlega. Nákvæmlega. Þeir sumir reyndu að halda því fram í öðru samhengi mjög reglulega en það er annan mál. Herðu, en í því samhengi þá verði nú eiginlega fyrir þá sem er að hlusta og er ekki búin að sjá klippuna upptökuna af viðskiptaþinginu hérna á fimmtudaginn. Hérna, viðskiptaráðs fór fram í, var þetta ekki Borgarleikhúsinu? Jú, jú. Og hérna ég átti ekki heimangengt núna en mæti sannarlega ári en verst er að hafa mist af uppistandinu þínu þar sem er núna komið á netið og hérna þetta er held ég einhverja 5-6 mínútur þar sem hún ferði yfir hérna stöðu viðskiptalífsins, flugskattana, borgarlínuna og stóra gímaldið. Já, þetta er hérna skamt frá okkur. Já, já, ég var þannig í pallborði með atvinnuvegar á þess að er ekki að kalla atvinnuvegar á þau og þingflokkssamnefnd Sjálfstæðisflokksins Hildi og þetta var svona í lok þingsins þannig að ég ákvað að leið mér bara að hafa gaman að því að aðeins að ræða samt alvarleg mál og já, það fór þannig á netið. Á góðri íslensku var þetta kallað real talk. Já. Fyrsta svari mitt fór á netið og svo voru málin rædd áfram og ég skal viðkenni, ég held áfram svona svolítið á þessum nótum. Já, þessum nótum. Skrambin að hafa mistað þessu. Ég allavega heyrði því strax eftir fundina, þetta hefði verið gott þarna upp á sviði. En aðeins aftur hérna inn í þingið, þetta er búið að vera dálítið bras á, hérna mönnum voru eitthvað misfarnar hendur með skiptingu embætta þannig að það svona tókst nú ekki fyrir á þingfundi á fimmtudaginn loksins að raða hérna varaforsetum Alþingis rétt til sætis. Hvernig gerðist þetta eiginlega? Þetta er nú einfaldasta dontið í öllu skipulaginu. Þetta er svo einfalt að ég held að verði einhver mistök þarna á einhvern tímapunkti og það bara lítur enginn til með þess aftur og kveikir ekki á fyrir en að menn allt í einu heyra að það er ekki með 2 stjórnarandstæðingar í forsætisnefnd þegar þetta er lesuð upp á þingsetningafundinum. En það tók enga síður, sko, þingsetningafundurinn er á þriðjudegi og það tókst ekki að laga þetta frá fimmtudegi 9 dögum seinna. Ég hef nú stundum kallað þig Begga Dont af því að þú ert mikill áhugamaður um þetta kerfi, þessa stærðfræðings. Þessi skemmtilegi einfaldleiki. En það veit ekki greinlega af því að fylgjast með þeim hinnum í þessu og að það sé verið að reikna rétt. En það skemmtilega við þetta tvist var að þetta olli sko samfylkingunni miklum vandræðum í hérna sínum tilraunum til að hafa þingflokksherbergi að Sjálfstæðisflokknum. Þau gátu ekki klára þá aðgerð að breyta reglunum sér í hag fyrir það að búið að manna forsætisnefndina rétt. Þannig að þetta var allt manna rétt og berja liði til og útskýra fyrir það að það ætti að samþykkja þessa valdbeitingu. Það er akkurat þannig, sko. En síðan sko, stefnuræðan var nú svona dálítið á þeim nótum sem að við var að búa svona í ljósið þessa lögbrot þarna vikuna undan í tengslu við þingmálaskrána. Og það má ekki gleyma því að það er ástæða fyrir því að samkvæmt lögum eigi þingmenn að hafa 2 sólarhringa til að glöggva sig á þingmálaskrá og skrifa þeirri stefnuræðu forsætisráðherra áður en að stefnuræðan er flutt og þingmálaskráin birt. Það er bara til að sko menn kom ekki alveg ískaldir að því að fá þetta í andlitið og bara ein ástæðan er auðvitað svo bara að menn fá mikrofón í andlitið næstu því leið og þetta er birt. Bara hvað er afstæða Miðflokksins til þessa? Og bara, þetta eru 28 síður, ég er á síðu 2, ég veit það ekki. Þetta rétt að svarið? En þannig að þetta er svona, svona meðferð valsins hefur ekki svona tekist vel hjá þeim á þessum fyrstu metrum. En maður vonar að þetta braggist hjá þeim. Heldurðu að samfylkingin telji
eða farið fram á að hún máli þingflokksherbergi rautt, Heyrðu, bláherbergið. ég velti þessu fyrir mér og spurði, en mér skilst að liturinn sé friðaður. Liturinn er alveg friðar. Af því að þegar að húsið var gert upp hérna á árunum 2001-2002 einhverslega, þá flettu menn öllum lögunum, málningarlögunum af, alveg aftur að upprunanum og máluðu svo herbergin í upprunalegum litum. Það er nú mjög vel til þetta. Já, já, en það var semst bara tilviljun að herbergi Sjálfstæðisflokksins reyndist blátt og Framsóknarflokksins grænt. Alþýðuflokkurinn var reyndar held ég í rauðu, nei, í hérna gulu herbergi. Já, það er herbyggið það sem flokkur fólksins er búin að... Hann er gulur. Já, en það skemmtilega er að ef að núverandi reglur þinglósherbyggi hefðu verið við gildi, Já. þá hefðu tveggja manna þingflokkur miðflokksins, hefði hann komið inn í ríkisstjórn einhvern tímann á síðasta kjörtímabili, rutt risastórum þingflokki Vinstri grænna. Já. Þessi nú hverslega fásinna þetta er. Já, já. Þetta er bara miksað til þess að knýja fram þá breytingu sem þeir vilja núna, frekar en að reyna að hafa reglurnar þannig að þær geti gilt til lengri tíma. Út til einhverja festu. Já, akkurat. En svo koma fyrstu þingmálin inn og það var verður nú að segjast að það kom mér á óvart að fyrsta þingmálið af öllum þessum 107 eða 14 sem er birt í þingmálaskránni, fyrsta þingmálið sem þið mæltu fyrir bókun 35. Já, þetta kom mér á óvart líka. Þau ákvaða, ég gaf mér að það kom að skikka á stjórnarráði eftir þetta mikla aðeir að fækka ráðanitum. Já. Það hlyti nú að verða fyrsta mál, bara upp á ásýnd þingsins að gera. Nei, bókun 35. Einmitt. Og eins og Karl Gauti held ég að verið bent á í umræðum máliði. Sko, mátti ekki gefa flokki fólksins smá grið bara í 2-3 daga til þess að jafna sig á öllu hinu. Jafna sig á því hafa gefið allt sitt eftir. Þarf að nú þessum nasir með því að setja sem fyrsta málið á dagskrá. En það kom ekki í veg fyrir að flokku fólksins. Ég held ég áfram stuðningi við þetta mál eins og öll önnur frá þessari ríkisstjórn, og þóttu ekki bara skarist við heldur séu flest í algjöri þversögn við fyrirheit flokksins fyrir kosningar. Já. Þetta er sko, ég held einhvern veginn að það er spurning hver snappar fyrst, hvort það verður Viðreisn eða Samfylking eftir atvikum. Ég held að verður nú samt alltaf Viðreisn á vandræðaganginum sem að áttum leikur stöðu flokks fólksins í ríkisstjórn, eða þá flokkur fólksins gagnvart því að þurfa að kyngja öllu og endalaust. Já. Þetta getur ekki, það hljóta að koma fram einhver svona særindi koki á endanum. Maður skildi ætla það, en ennþá er lyfið að virka, deyfilyfin og velliðunar töflunar yfir því að vera komin í ríkisstjórn. En spurningin er hvenær hættir það að vega þyngra heldur en leysa menn þá bara á 2 og 3 með sóbríl eða? Já, það getur komið til þess á þessum vikulegu samráðsfundum þeirra, það verði farið að útdeila einhverju, kannski bara kölluðin hjúka með bakka, kyngdu þessu, en allavega það kemur að því að svona ónotin yfir því að vera ekki að gera það sem þú stendur fyrir eða þóttist standa fyrir, fara að vega hlutfallslega þyngra en gleðin að því að hafa komist í ríkisstjórn. Það gerðu nú grín að því vinkonunnar í Komið gott að við ættum að opna OnlyFans rás til að birta frá Pilates-æfingum okkar, en ég held að það væri hægt að stoppa upp í fjárlagagati með OnlyFans rás fyrir af þessum sameiginlegu þingfundum flokkana þriggja. Það verður einhver sirkus á köflum. Það held ég hljóta að verða, en hvernig ætli þetta muni ganga fyrir sig á þessum fundum? Nú verður Þorgerður náttúrulega mikið í útlöndum, hafandi tekið að sér utanríkisráðuneytið af augljósum ástæðum að því að virðist. Verður Kristrún sjálf í því að skamma flokk fólksins, eða verður einhver fulltrúi hennar eða Viðreisnar í því hlutverki? Ég held þau séu með plan.
mm, sem er betra heldur en planið sem hefur verið að byrtast okkur núna. Ég held að við séum að tekna þetta upp sem einhvers slags svona Truman Show, þessa mm. þinglósundi, Já, ert að meina bíómyndin forðum. að þingmenn Þessi verði fái þarna bara svona, leikstýrt. já, og þarna verði útskýrt fyrir þeim að hlutirnir séu í rauninni allir frábærir og þeir lifi í öðruvísi heimi heldur en raunheiminum. Það verði, Bara rétt eins og bókum 35 allt í einu rann ljúft niður hjá Ingu og Kó. já. Er þetta ekki það sem að farið að kalla gaslýsingu? Ég er svo lélugur í þessum nýju hugtökum. Já, það hugtak hefur reynda verið misnotað mjög mikið. Upprunalega var þetta vísun í aðra kvikmynd sem hétt Gaslight, var gömul mynd, 30 eitthvað held ég mér sem ég horfði nú á. Hún er svona, já, spennamynd í anda Hitchcocks þó hann hafi ekki leikstýrt og gekk út af það að ég ætla nú ekki að fara að reykja alla svona, þetta er ekki kvikmyndahot Sigmundar en við þurfum að rifja það upp einhvern tímann síðar og ég finn einhverja mynd en allavega, sagan gekk út á að maður giftist konu í annarlegum tilgangi og fór síðan að reyna að sannfæra að hún væri geðveik, væri búin að missa vitið og gerði þetta með ýmsum hætti, fela hlutum fyrir henni og fikta í lýsingunni, gaslýsingunni í húsinu. Og þannig kom þetta hugtak til og var notað lengst af það þegar að reynt er að fá einhvern sem að er með réttur á því til að trúa því að það sé hann sjálfur sem sé ruglaður. Að misskilja hlutir. Já, og misskilja allt. Og þetta er náttúrulega eitthvað sem ég kannast við og margir í pólitíkinni. En þarna á þessum fundum, sameiginlegu vikulegu fundum, hann geti átt í stað einhver gaslýsing, einhver lyfjagjöf, hugsanlega einhverjir reiðilestrar, en líklega fyrst og fremst þess að segir bara svona leikstjórn. Og það getur vel verið að fólki verið látið vita að það sé að búa til einhvern sýndar veruleika. Ekki öllum. Nei, ekki öllum. Akkurat. Þetta verður, ég held að þetta sé nú með því áhugaverðasta sem að mun gerast á þinginu þetta við byrjun þessa kjörtímabils. Það eru þessir vikulegu þinglósfundir sameiginlegu. Þetta er helmingurinn af þinglósfundunum. Já. Svona þessum skipulögðu. Akkurat. Þetta Nú ætti fjölmiðlarnir að hafa vit á því að mæta bara fyrir utan eftir þessa fundi. Það er bara öll hjörðin bara kemur bara út úr bara eins og bara Þetta spyrjum mál vikunar. Íslendingasögunum út úr brennandi húsi. Já. Þetta pikkað upp einn af öðrum. Herðu, þetta verður spennandi. En eigum við að taka smá snúning á bókun 35 mætt aftur. Þessi draugur er nú aftur kominn á kreik. Manni þótt, ég ræddi við Þorgerði Katrínu utanríkisráðherra gögnin sem við þingmennum ekki fengið aðgang að. Og hún tók því mjög treglega í fyrirspurnatíma. Já. En var síðan að opna á það að hún myndi nú skoða þetta betur þegar ég ræddi þetta í andsvari við hana þegar hún hafði mælt fyrir málinu. Já, er henni alvar með það eða var hún bara að reyna að losna við umræðuna? Já, það er nefnilega það sem að nú reynir á það fljótlega. Og ef henni var alvara með það, þá er það bara ánægjulegt og vel gert hjá ráðherranum. En ef ekki, þá mun það nú herða heldur á ef þetta var bara til að kaupa sér frið í umræðinni þann daginn. Já. Þetta er auðvitað algjörlega ótrúlegt að þingmenn, aðrir en fulltrúar í utanríkismálanefnd, fái ekki svona lykil gögn til að glöggva sig á málinu. Og ég held að þetta séu þessi 3 bréf sem við erum ósk eftir, það sé ekki svona 50-60 blaðsíður í heildina. Já. Það er engin nefndamaður í utanríkismálanefnd, sama hversu vel innréttaðir í kollinu þeir eru, sem geta tekið 60 blaðsíður af lögfræðiteksta og endurflutt fyrir þingflokkin sinn. Nei, enda megum við það ekki. Við megum ekki segja þetta. Það er rétt. Og þetta setur mig náttúrulega líka og aðra sem að fengu þessi gögnin trúnaði í dálítið annarlega stöðu að við getum ekki beitt okkur almennilega
í umræðinni Nei, nei. málið. Við getum ekki sagt frá því sem við vitum þetta. Þetta er ótrúleg staða Já, og sko niðurlægjandi fyrir þingmenn sem ekki eru í forsætisnefnd örmöld. og þvingandi og óþægileg fyrir þá sem eru ekki í forsætisnefnd, utanríkismálanefnd ætlaði að segja, og þvingandi og óþægileg fyrir þá sem sitja í utanríkismálanefnd. Já, já. En sjáðu til, og það er ekkert mjög margir í utanríkismálanefnd núna sem voru þar síðast. Hver eru það? Um, það er ég, Diljá, mist, og já, er einhverjum fleiri. Þannig að fólki sem að fekk þetta á síðasta kjörtímabili, Það er farið. já, það er farið langmestu leyti. Þetta er enda mjög, ég hef nú bara ekki kveikt á þessu. Í utanríkismálanefnd núna eru Pavel Bartósek, hann var ekki, Sigur Helgi Pálmason, hann var ekki, Þórdís Kolbrún, jú, hún þekkir þetta. Hún þekkir þetta, já, hún var ekki í nefndin en hún ætti, já, ég veit ekki hvort hún hefur lesið þetta, en hún hafði allavega aðgang að því. Já, já. Dagbjört Hákona frá Samfylkingu, hún var ekki í nefndinni. Diljá Mist var í nefndinni. Sigmar Guðmundsson, Viðreisn, var ekki í nefndinni. Þú, Sigurður Ingi, Framsókn, var ekki í nefndinni. Og Víðir Reynisson var augljóslega ekki í nefndinni. Þannig að það eru þú og Diljá Já, og síðan Þórdís Kolbrún sem ráðherrann fyrrverandi sem mælti fyrir málinu. já, ef hún hefur yfir höfuð í ráðuneytinu beðið um að fá að sjá varnir Íslands í málinu sem að voru fyrir hennar tíð, sko, það var Guðlaugur Þór sem var þá. Og ég hef alltaf verið að spyrja, við viljum bara fá að vita hvað af þeim rökum sem sett voru fram þarna, og mér er sagt að þetta sé mjög þéttur, góður varnarteksti fyrir hagsmuni Íslands. Hvað af þeim rökum sem þar eru sett fram hafa úrelst Já, frá því þessi bréf voru send árið 2020? Bara ákveðið, Já, já. þetta upplýsað, og það er einhver dellu nálgun. Heyrðu, þetta er mál sem getur endað í samningsbrotamáli. Við viljum ekki veikja stöð okkar með því að birta alþingismönnum þessi gögn. Heyrðu, bréfið var sendt til mótaðars í samningsbrotamálinu. Það er ekkert sem gengur upp í þessari röksemda. Það er eins og þeir sitja þarna einhvers staðar úti og segir Þeir hafi alltaf að segja. tala sér maður, þeir birtu bréfið Þeir sem eru búin að byrta alla sína varnir. Bréfin voru sendt út, þeir fengu bréfin. En samt er þetta fólk núna að reyna að nota þessa skýringu að við getum ekki sko sýnt á spilin okkar ef skekkinni þá vantanlega að málið yrði ekki samþykkt af Alþingi og við þyrftum að fara fyrir EFTA-dómstólinn, að þá mætti fólkið ekki vera búið að sjá þetta, sama fólk og er með þetta í tölvunni hjá sér. Já, þetta er bara svo galið allt saman að það er bara mesta furða maður skul ekki bráða ærast upp í pontu. En þetta er allt svona í kringum þetta mál og reyndar allt og mörg mál önnur. Annað sem að við reyndar að beita líka er ég breyti ekki inn svo að Hæstiréttur hafi skoðað eitthvað. Það sem Hæstiréttur gerði og vísa til fæðingarorlofsmáls var bara að segja að reglurnar væri ekki nógu skýrar með hvað ætti við og allt í lagi með það til einhver þurfa að skýra reglurnar, en það er ástæða eins og fyrir því að þessi bókun 35 var ekki innleitað full á sínum tíma. Það var ekki bara óvart að talið. Menn hefði ekki tekið upp samningin ef þetta hefði verið gert með þeim hætti sem nú er nákvæmlega þannig. Og jú, ef menn vilja skýra það sérstaklega að okkur sé alvara með það að íslenski löggjafinn ráði hér för, þá geta þeir gert það. Kemur þetta fram í stjórnarskráni en allt í lagi. Og svo þriðja að þetta sé svo mikið neytendamál að einhver út í Evrópu geti haft vit fyrir okkur í neytendamálum. Ef þið teljið að neytendamálum sé ábótavant á Íslandi, breytið lögunum. Þið eru ríkisstjórnin og gerið bara neytendaverndina betri en í Evrópu ef þið teljið ástæðu til þess. Þetta er allt eitthvað svo veikt og svo mikil undanbrögð og það pirrar mig við stjórnmálaumræðu stórmál þegar þau byggjast á einhverjum undanbrögðum útúrsnúningum. Og við sem hér störfum vitum með hvað hætti innleiðingarnar fari í gegn hérna í þinginu. Því miður, þá er það með allt öðrum hætti heldur en íslensk löggjöf sem er samin hér heima og ráðherra mæli fyrir.
Það er Já, bara já, heiminn og haf þar á milli. já, já, allt öðrum hætti og þó vita nú ráðherrarnir ekki alltaf hvað þeir eru að leggja fram hér og Nei, nei, samþykkja. nei, það kemur reglulega á daginn og ég held Já, að sko það fjölgar jafnt og þétt held ég. Ég hef nú ekki gert neina svona talningu að þessu en ég held að leiðréttingamálunum hafi fjölgar hratt já, undanfarin kjörtímabil. já, Og það er þetta bara vegna verklags og þess með hvaða hætti svona hlutir er ekki, sko það er lenska að mál komið fram sko annarkvort á síðasta framlækingadegi samkvæmt þingsköpum eða með afbrigðum eftir það. já, Og sérstakt markmið að oft virðist vera að takmarka umræðu þannig að mál detti inn í þinglokasamninga já, og fái þar með sem minnsta athygli og umræðu. er mitt. Svo erum menn í einhverjum galskap að hérna, eða vandræðagangi að leiðrétta lögin einu þingi að tveimur senda, sko. Já, Þetta er svona. En aðeins hérna áður en við hérna, fikrum okkur úr þinginu. Sko, ég kom aðeins inn á þetta áðan, þetta með að svona, þeir verðist ekki ráða mjög vel við að fara með þetta nýfengna vald sitt, stjórnarlið. Sko, hvaða, hafandi setið í forsætisráðuneytinu og hérna, leitt flokka hér inn á þingi langt árabil. Sko, heldur að þetta verði sérstaklega samfylkingunni til gagns að ganga svona gleðina dyr? ég held ekki. Ég held svona að komi nú oft í bakið á fólki fyrir það síðar. Og Þau til dæmis bara afsegja alla hveitibrauðsdaga með svona háttalegi? já, 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 já. Það var svo sem má segja að ég gerst bara strax hafi gerst strax á fyrstu dögum og viku ríkisstjórnarinnar þegar komið ljós hversu sérkennileg hún nú væri. En þá bætir þetta ekki úr fyrir ríkisstjórn sem að er þegar lent í smá vörn að ætla bara að vaða yfir allt og alla. Og á sama tíma fer ekki saman hljóð og mynd eins og þess maður segja, eins og í þessu máli sem við vorum að tala um. Eins og í þessu talið er sparnaðaraðgerðir á sama tíma og þau eru að ráða með fjölda aðstoðarmanna fyrir ráðherran á all liðið og fá nýtt fólk til vinnu við það að vera einhverju kolefnis loftslags eftirlitsmenn og rukka innheimtumenn ríkisins í loftslagsmálum eða innheimtumenn Evrópusambandsins og þá gerist þetta allt á sama tíma og er ekki góð byrjun, veist mér, er bara alls ekki góð byrjun. Ég reyndi nú með aðstofamennina á sinnum tíma af því að lögin voru þá komin þar sem var heimilt að ráða 2 aðstofamenn fyrir hvernig á þeirra og einhverja til viðbótar og svona. Ég gaggrindi þetta var sett í tífisir stjórnarinnar og benti á hið augljósa þegar Jóhanna Sigurðardóttir sagði já, þetta er bara til að hafa möguleikann sko. Það er ekki þar maður sagt að það verður nýttur og ég sagði auðvitað verður þetta nýtt. Nei, svo tökum við stjórninu og ég er að hvetja ráðherrana að minnsta kosti mína til að vera ekkit endilega að sko, nýta alla möguleika á útgjöldum og var sjálfur alltaf bara með einn aðstoðmann. Komin þetta fórsöðu frétt og fréttablaðið ég var með 6 aðstoðmenn. Ég held að það verið 16. þá verið að telja til alls konar fólk sem var starfandi í öðrum ráðuneytum og guðmund hvað. En einn aðstoðmann ráðherra allan tíman. En svo kemur þessi nýja ríkisstjórn og þykist vera einhver svona sparnaði ríkisstjórn. Þetta er þessi brjálæðisli útgjöld sem við mórtum upp á undanfarnum árum. En allir ráðherrarnir fara beint í það að fylla í alla þær stöðu sem að þeir hafa til ráðstöfunar. Og ríkisstjórnin sína aðstofamenn. Já, akkurat. Og svo er náttúrulega hérna, og svo erum líka sko starfsmenn þingflokka þetta hérna svona nýtilkomnir til þess að gera í því formi sem núna er. Þetta var lengstum sko einn á hvert flokk og kannski örlítið ofan á það stund en núna er þetta orðin minn með 25 starfsmanna hópur í heildina sem deili síðan á flokkum eftir stærð. En sko, maður velti fyrir sér sko í hvað samhengi það sé eðlilegt til að mynda að stjórnarandstöðuflokkar hafi, eða réttar að stjórnarflokkar hafi sama aðgengi að þessum stuðningi og stjórnarandstöðuflokkar. Þegar sko stjórnarflokkarnir hafa þetta sko hersingu ráðherra og ráðuneyta sér til stuðnings og síðan er það auðvitað þannig að þingmannamál
stjórnarliða já, eru með allt öðrum hætti vaksin heldur en þingmanna já, já, mál já, já. stjórnarandstöðinga. Bara híminn og haf þar á milli. Þetta er bara fráleitt að þetta skuli ekki hafa verið nýtt í þeim tilgangi sem að til stóð. Mm. Það er að segja jafnaðisleikin Já, milli stjórnar og já, stjórnarandstöðu. já, það er bara búið að magna upp Já, munin. það er búið að magna upp munin. Mm. Því að þegar að þetta var fyrst rætt og það var nú fyrir mína tíð í pólitík, skömmu fyrir og skömmu fyrir bankahrunið, að þá átti þetta mitt að vera til þess að reyna svona aðeins að jafna leikin og það var talað um að allir þingmenn, allavega landsbyggðarþingmenn, fengju hver sinn aðstoðarmann. Mm. Hvort það var að tala um hálft starf eða heilt, ég man það ekki alveg. Hálft minni mig. Já, og það líka þá til þess að jafna stöðu þeirra sem að eru fyrir stór kjördæmi á landsbyggðinni og hinna. En svo kemur bankahrunið og þetta fer allt í baglás og það er hættulegt að dreifa þessu og að lokum kemur að því að í staðinn þá komið svona aðstofamenn fyrir þingflokkana til að styrkja stöðu þeirra þingflokka sem er í stjórnarandstöðu gagvart þeim þingflokkum sem eru með allt kerfið á bakvið sig. Já, já. Fjölda aðstoðarmanna, heilu ráðuneytin og stofnanirnar þar undir. Má í rauninni segja að ráðherra séu margir allavega með nokkur hundruð aðstoðamenn í formi þess kerfi sem á að vera að vinna fyrir ráðherran. Mm. En nei, þá er farið í það að stjórnarflokkarnir þurfa líka sitt á þessu og í rauninni með því þá er bara munurinn magnaður upp. Já, já. Heyrðu, eitt áður við skiljum við þingið sem við verðum eiginlega hérna koma inn á. Það er hérna, það hafa verið fréttir af því núna síðustu daga að fjármálaráðherra Daði Már sé, hérna, hann ber sér mikið á brjóstað að vera núna að breyta skipun stjórnarmanna í opinberum hlutafélögum. Já, Þetta hérna er nú svona allt aldil furða sýnist mér hérna fyrir þá sem að svona þekkja hvernig þetta atvikaðist, en látum það nú liggja á milli hluta, það er svo lítið um stolna fjaðrið þarna, en hérna hann birti hér á hérna samfélagsmiðlum sínum í dag faglegt val í stjórnir ríkisfyrirtækja og hérna svo er hérna mikilvægt að koma í veg fyrir hagsmunaárekstur því þeir ákveða hvorki starfsfólk fyrirtækisins né kjörnir fulltrúar á alþingi eða í sveitarstjórnum eigi sæti í stjórnum ríkisfyrirtækja. Heyrðu, bara ég sé nú ekki að það sé svona algengt að, já, látum það liggja með til hluta, en það sem hann gleymir þarna það þarf auðvitað að loka á að þarna séu þetta séu bitlingar endalausir fyrir starfsmenn hans í ráðuneytinu, fjármálaráðuneytinu. Það er auðvitað frálegt að stjórnir séu með starfsmönnum fjármálaráðuneytisins innanborðs, sjáum nú bara áhrifin sem það hafði í Lindarhvolsmálinu svo dæmi sér tekið. Það sem er auðvitað mjög erfið staða sem gefur upp að það er stjórnarformaðurinn að skrifa bréf sem slíkur einn daginn og síðan, og sama daginn sem starfsmaður fjármálaráðuneytisins. já, já. Þannig að það er nú svona fleira sem þarf að skoða þessu, en það sem kannski pirrar mig örlítið í þessu, þetta hljómar alltaf þetta mjög vel og flott og faglegt, en það þarf að vera einhver tenging stjórnmálana við þessi opinberu hlutafélög. Já. Menn þurfa að eiga möguleika á aðkomu sjónarmiða þar og þar fram til göttunum. Með þessari nálgun þá er í rauninni fjármálaráðherra að koma með öll völd í hendurnar í gegnum einhverja valnefndir sem hann skipar sjálfur. Já, akkurat, nákvæmlega þannig. Ég er ekki viss að þetta er einhvern veginn... Nú þarf ég að taka smá rant, Beggi. Þetta er bara enn eitt skrefið í því að kerfið, ókjörna kerfi, sérfræðinga eða einhverja sérskipaðra auki á völd sín á kostnað almennings, á kostnað kjósenda. Því að þarna voru þá eftir nokkur fyrirtæki sem að eru í eigu almennings, í eigu ríkisins og fyrir hönd almennings og hafa verið það vegna þess að það hefur verið talið að mörgum að minnstakosti og þetta ólíkt eftir fyrirtækjum en hefur verið samstæðan það eða allavega meiri hluti fyrir því að þessi fyrirtæki ætti að vera í almannaeigu. Og ef menn vilja reka fyrirtæki með þeim hætti þá þarf almenningur að hafa einhverjum það að segja hvernig þessi fyrirtæki eru rekin. Og hann gerir það ekki öðruvísi en í gegnum
þá fulltrúa sem hann fær að kjósa til að geta þá refsað einstaklingum eða flokkum í kosningunum þar á eftir. Ef illa tekst til. Ef illa tekst til. Akkurat. En þarna ætlar kerfið að fá að velja hverjir stjórna kerfinu. Það ætlar að fá að velja sína eigin menn í stjórnir allra ríkisfyrirtækja. Þannig að það verði örugglega ekkert vesen á stjórnarfundum. Kerfið spili með kerfinu. Það er akkurat það sem gerist. Já, og fyrir vikið þá verða engin ansbyrna, engar spurningar, engar raddir til að benda á, byrju, af hverju er það að gera þetta svona, af hverju gerir þetta ekki öðruvísi. Tökum bara sem dæmi Rarek, það sem að fulltrúarnir stjórnarmennir hafa nú jafnan verið valdir af landsbyggðinni, það sem að starfsemi Rarek fer að miklu lítið fram og þörfin á því að laga tengingar er á landsbyggðinni og svo framvegis. Nei, nú á bara að fá einhverja sérvalda inn í Rarek sem að kannski hafa enga tengingu við raunveruleikann það núti á því svið og sama má segja um önnur fyrirtæki. En mér finnst sérkennilegt hvernig þessi fjármálaráðherra stillir þessu upp eins og að hann sé að finna upp á þessu því að þetta var í lögum, þessu var breytt í óðagotinu þarna. Já, undir lok síðasta árs. Þá var þessu laumað inn í frumvarp niðurfellingu bankasýslunnar. Allt annað mál, ótengt mál. Þá er þessari eitruðu pillu laumað þar inn. Og ég treysti mér alveg til að fullyrða að það hafi bara verið embættismannakerfið sem hafi séð þarna tækifærið. Pólitíkinni í einhverju upplausn. Þingmennirnir hafa engan tíma til að lesa frumvörpin og mun ekkert gera það og ráðherrann líklega ekki heldur og þess vegna hafa þeir laumaði sinna það. Þetta en sko, ég held að myndin sé einmitt svona, en sko, ef að það er raunin, þá er þetta líka graf alvarlegt. Ef að embættismenn eru farnir að svona nýta sér stöð eins og þarna er uppi til að koma áhugamálum sínum inn í löggjöf. Þannig að ég held að menn eru að færa sig upp á skaftið, jafnt og þétt, og stjórnmálamenninir eru allt of hræddir við að gagnrýna það og benda á það, af því að þeir eru í umbúðamennskunni og þarna kemur eitt stjórnmálamaðurinn, ef stjórnmálamann skildi kalla, hann er þó allavega fjármálaráðherra, ég veit ekki hvort hann lítur á þessum stjórnmálamann í fjármálaráðuneytinu eða sérfræðing, en allavega fjármálaráðherrann kemur og segir, nú ætlum við að gera þetta svo faglega. En ef alltaf sama sagan, ég er búin að margra þetta meðlans í þessum þáttum, faglegar ákvarðanir og pólitískar ákvarðanir, neikvætt, faglegar ákvarðanir, mjög gott. Það er fátt sem pirrar mig meira heldur en hafandi verið sonur bæjarstjóra samanlagt í 18 ár. Pabbi var fyrst í Borgarnesi og Borgarbyggð og síðan í Stykkishólmi í því starfi. En það er þetta kvak það að menn hafi verið faglega ráðnir sem bæjarstjórar þegar menn er ekki í pólitíkinni. Þetta er einhver svona bara fullkomin misskilning að það sé sko líklegt til þess að ganga betur heldur en þegar pólitíkin raunverulega stýrir. Og hvað eru pólitíkusarnir að segja? Þessir sumum pólitíkusar og ráða bæjarstjórana og alls konar fólki í störf. Það eru þeir að segja að pólitíkusar eru rauninni gallaðir, þeir eru verri en aðrir. Það er það sem ég er að segja. Já. Heyrðu, við erum aðeins að fara yfir í ruglið í Reykjavík eða ekki, segja nokkur orðum það. Já, við komumst ekki hjá því. Reiknaði einhver með því að það væri ákall eða skynjaði einhver ákall villta vinstrið nú stundir? Það var enginn að biðja um það. Samt verður til þetta sem að útlendingar kalla perfect storm. Þegar allt er leggst á eitt við að búa til óheppilegar aðstæður. Einar þarna gefst upp á ruglinu í framhaldi af því að hafa séð slæma könnun og telur sig vera komin með nýjan meirihluta. Inga Sæland í fílu út í Morgunblaðið fyrir að segja frá
vandræðagangi Flokks fólksins. Já, ætla bara að defunda Já, já, fjölmiðlana eins og einmitt. það er kallað í Bandaríkjunum. Og Kristrún ósátt við það ef að Viðreisn og Flokkur fólksins ætli í stjórn með einhverjum öðrum en Samfylkingunni. Þannig að allt rennur þetta út í sandinn og eftir standa bara þessar 5 þarna sem að við sýnist allt stefni í að munu klára að mynda meirihluta. Og þetta er náttúrulega bara spá okkar í síðasta þætti að rætast. Já, 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 spá okkur í síðast þetta, alveg rétt. Við höfum oft hitt á Þetta er ekki algalið rætti hjá okkur. góða spár, en það er réttar. Það er ekki kallað góða spár. Nei, þetta er rétt spá. En, Í þessu tilgi er engin skörun þar á milli. en þetta verður algjört bíó næstu 14 mánuðina ef þetta endar svona eins og stefnir í. Ég held þetta verði upptaktur af stórkostlum sigri borgarlegra afla í Reykjavíkborg eftir 14 mánuði. Já, vonandi verður það og ég held að ég get orðið það. Aðalatriðið að Miðflokkurinn verði leiðandi í þeim borgaralegu öflum Já, já. en það þarf breyta stjórn á Reykjavík af fleiri ástæðum en við höfum tíma til að reykja hér en Já, fólk já, þekkir þetta. Já, akkurat. Heyrðu, síðan þetta var nú bara svona stutt innslag í borgina, en verður ekki að segja nokkur orðum, varaforsti Bandaríkjanna var með, býsna öfluga ræðu í München í gær. Ertu búin að hlusta á hana? Ég er búin að hlusta á hana, já. Og ibbarnir hrukku af hjörunum hérna heima. Það er svo merkilegt með þetta þegar liðið trillist. Það sér þetta aftur og aftur. Að það virðist ekki hafa hlustað á það sem hann sagt. Aldrei. Nei. Bara las mögulega bara fyrirsögn hjá Garðar. Já, ég veit. Og svo fara það upp í hugan einhverjar ranghugmyndir um hvað hljóta hafa verið sagt þarna og þetta hafa allt verið hræðilegt. Þetta er fólki sem við ræddum hérna í þætti ekkert alls fyrir löngu. Fólki sem sér nasista í hverju horni og allt þetta. Og fer að gera þeim upp skoðanir og hugsanir og tjáningu. En þetta var bara mjög hófstillt ræða fannst mér. En benti á atriði sem að er mjög mikilvægt fyrir Evrópu að huga að. Atriði sem að við í þessum þáttum höfum oft rætt. Það er ógöngur sem að Evrópa er komin í á mörgum sviðum, Evrópulönd, til að mynda á sviði málfrelsis, tjáningafrelsis og eins og Vans benti á, þá fyrir þetta að fara að ganga það langt í Bretlanda, það er komin hugsanarlögregla. Sem nota bene ríkisstjórnin hinn fyrri síðasta ætlaði að innleiða hér á Íslandi. Já. Ekki gleyma því. En hann færði rök fyrir þessu öllu og gerði það bara mjög vel, en af hófsemd. En liðið sturlaðist. Það er af því að það hlýtur að vera vegna þess að innstinni veit að það hefur ekki rökin með sér eða reynslu sögunar og þess vegna má bara ekki gagnrýna það sem verður að gera af því það er svo óþægilegt að þurfa að svara fyrir það þegar svörin eru engin sem þetta fólk getur veitt á móti. Nei, akkurat. Herru, nú fyrir að styttast í þessu því að við erum með takmarkaðan tíma núna, við erum á leið lok síðasta þáttar vorum við á leið í sameiginlegt partí stjórnarandstöðuflokkana en nú erum við á leið á þorrablót Miðflokksins. Já. Þannig að þar ert þú með verkefni. Hvað er það? Já, ef þú varst ekki búin að taka eftir því þá ferð þú með minni kvenna. Ég? Heyrðu, nú ert þú bara eins og ég á í sviðaveislu Grindvíkinganna forðum. Ég var kittur upp sem ræðumaður kvöldsins það var fengið nokkuð heads up með það. Heyrðu, þú ert með minni kvenna og ég er ræðumaður kvöldsins. Já. Þannig að við þurfum í bílnum á leiðinni í 4 króna að finna út úr einhverju til að segja. Við erum að gera það. Eitt atriði í lokin sem mér langar að nefna. Heimir Már Pétursson
Já, er kominn til starfa sem já, upplýsingafulltrúi, nei, hann skrifaði undir sem framkvæmdastjóri þingflokks Flokks fólksins, já, sem er auðvitað áhættu starf í dag. En hann skrifa mjög langa grein á Vísi fyrir í dag þar sem hann er að svona reyna að svara einhverjum hlutum sem tengjast styrkjamálunu. mhm, En það sem vakti athygli mína var að hann skuli leggja lykkju á leið sína til að draga fram að Flokkur fólksins hafi ekki haldið aðalfund í óratíma. já, Hann segir staðfesting verður að fara fram á landsfundi sem átti að fara fram í nóvember í fyrra en landsfundir flokkanna fara alla jafna fram annað hvert ár. Landsfundir flokkanna fara alla jafna fram annað hvert ár sem er rétt hjá okkur, Sjálfstæðisflokknum, Framsóknarflokknum, Vinstri grænum, öllum sem starfi í pólitík. Veistu hvenær síðasti aðalfundur Flokks fólksins fór fram? hvað er það, 5-6 ár? 2018. Já, Það eru 7 ár síðan. 7 ár. Og það að framkvæmdastjóri þingflokks Flokks fólksins leggi lykkju á leið sína til þess að draga það fram Já, að sko, þau eru nú ekki búin að ná þeim árangri sem Hamas náði, að það var Nei. ekki 17 ár frá þeir síðustu voru, kosningum. já, jú, nokkuð. En það er býsna góður árangur að sko ná að draga aðalfund í 7 ár. Já, Og svo er einhvern veginn að kenna því að sko Bjarni Benediktsson hafi slitið ríkisstjórn núna í haust. já, En þá hefði verið átt að halda sko 3 aðalfund í millitíðinni. einmitt. Það sem var nægt svigrúm til að breyta þessu. Þannig að en greinin er svo lönga, hann hefur væntanlega vonað að það væri ekki nokkuð búin ennþá að lesa þarna þegar interneti var næstu orðið fullt. En hann fer samt bara all in, allt í norðin, Já, Inga Sæland nr. 2. sem er áhugavert vegna þess að sko fréttastöðvar 2 og Vísir hafa sko flutt töluvert mikla fréttir af þessu styrkjamáli. Já, Og en hann sko leggur mikla áherslu að leggja bara til Morgunblaðsins þarna og segir eitur pennar á mokkanum án alls siðgæði sem einkennir góða blaðamennsku fóru nú á stjá, þeir höfðu rekið tærnar í og bla bla bla. Þetta er, þú veist, mjög skrítin fyrsta innkoma. þetta er bara flokks fólksins heilkennið, eins og Inga og Eyjólfur og öll, bara leið og kom einhverja stöðu, þá umtendast menn Já. og snú algjörlega afstöðu í öllum málum. Já, öllum sem skiptir máli. Já, Herði, nú er hálftími við erum mættir á Þorrablótið, ef ekki að kalla þetta gott. jú, við erum að gera það. Kæru áhrendur, takk fyrir að hlusta í dag. Við verðum aftur með ykkur að viku liðinni og þá verður á nokkur svafa eitt og annað búið að gerast. Það verður ruglið í Reykjavík, verður væntanlega orðið formfest. Það verður eitthvað sniðugt búið að gerast hérna í þinginu. En í öllu falli þá er miðflokkurinn í góðum gír á þessum fyrstu metrum þingsins. Takk í dag, heyrumst þetta í viku. Takk fyrir, bless.